Fáðu þér sæti, vinur? Já, taka hér að þér skýrslu það sem gerðist. Já, ég skil ekki að hverju. Nei, en það þykir víst ástæða til þess. Jú, þessi vitleysa. Það er bara verið að reyna að koma sök á mig. Það er verið að freyma mig fyrir eitthvað sem ég hef ekki gert. Það er nú ekki mitt að dæmi það, ég var bara að taka þér skýrslu hérna. Lögregluríki? Svona, jæja. Þú varst handtekinn í Barðavoginum og gefið að sök að hafa verið að hanga aftan í bílum. Ha? Þú varst að hanga aftan í bílum, er ekki hvað? Mikið vitleysa. Hanga aftan í bílum? Já. Nei. Þetta á sér allt mjög eðlilegar skýringar. Hvernig þá? Nú, ég var bara að labba þarna eftir Barðavoginum og svo er ég að fara yfir götuna og ég bara dett og bíllinn keyrir akkurat fram hjá mér og þegar ég dett hendin á mig og bara krækist hún í afturstöðarann og ég bara dróst á eftir bílnum langaleg. Fyrirgefðu, ætlastu til þess að ég trúi þessu? Ég get ekki gert af því hverju þú trúir. Þú ert tekinn fastur hangandi aftan í bíl í Barðavoginum, fullorðinn karlmaður og gefur þá útskýringu upp í dögum. Það er að fara yfir götuna. Já, nei, það hérna gerist ekki þannig. Ég man það núna, bíllinn, hann bakkaði á mig og ég var bara að reyna að ná númerinu. Hljópa eftir honum og náði tækja á honum, hann keyrði bara áfram og ég var semst að reyna að ná númerinu. Ná númerinu? Já, ég sagði það, já. Ná númeraplötunni af bílnum? Já. Þú hefur greinlega miskilið eitthvað þegar talað að ná bílnúmerinu, Þessum útskýringum þínum ber ekki saman við frásögn bílstjórans. Hann segist að verið að keyra Barðavoginn í rólegheitum. Þegar hann veit ekki fyrir þú stökkfir út á götu úr launsátri og grípur afturstöðarann og hangir aftan í bílnum eins og óknýttastrákur. Hann er nú bara eitthvað ruglaður. Þetta gerðist alveg eins og ég sagði. Já, nú er þetta í 14. sinn á þessu ári sem þú ert tekinn fastur fyrir að hanga aftan í bílum. Nei, það ekki. Jú, þú ert með reglulegu millibíli tekinn fastur fyrir að stökkva úr launsátri á bíla á hægri ferð og hanga aftan í þeim. Þetta er ekki satt. Það sem meira er þú hangir bara aftan í bílunum og lætur þig dragast á eftir meðan þú æpir og öskrar, stundum æpir þau hjálp. Verður vitleysa maður. Þú hefur þráfallega stórslasað þig á svo að hafi margoft handlegs og fótbrotnaði, rifbeinsbrotnaði og eitt skipti flettur næstum allur húð af lærunum að öðrum hnjánum. Já, þetta var hásumar, ég var á Stuffhúsinu. Svo ertu kallaður, Jói Teik. Hvað vitleysa? Þú ert frægur í bænum, þú hefur verið teikandi þarna í Barðavoginu sem þú varst smástrákur. Þetta horfði til tómara vandræði með þig þegar þú varst lítill. Fólkið í götunni reyndi eftir vegna að flytja burt eða hætta að nota bílana sína, strætisvagnastjórar neituðu að keyra þessa leið. Þetta eru ýkjusögur. Og það sem meira er þessi áráttu virðist hafa færst í aukan undanfæri. Nú orðið Teikar og allan ársins hringskeytur engum líf þitt og heilsu, hangir bara aftan í bílum, lón og dón, æpand og öskrand og endar oftar en ekki á sjúkrahúsi eða á lögreglustöðinni. Hvað eru að þér? Heldur þetta sé heilbrigt, hangandi aftan í bílum, fullorðinn maðurinn? Ég var bara að reyna að ná númerinu. Í síðastu kosninga, hvað varstu þá að gera? Þá síndist mér pústi vera dett undan bílnum og ég ætlaði bara að gá að því og stundi annari hendinni svona bara við afturstöðarann. Þá tók bara bíllinn einmitt á stað og ég festist bara einhvern veginn og bara dinglaði hérna aftan í bílnum, öskrand og hjálp. En það áður? Þá píndi maðurinn til mig til að teika. Hann kom út úr bílnum, bílstjórinn, og skipaði mér að teika þessu, sagði Hangdu aftan í bílnum hjá mér, Jói Teik, annars mér illa fyrir þér. Og ég þarf ekki að gera hana eins og maðurinn sagði mér. En það áður? Þá var ég bara að teika, það var bara hreint. Þú ert nú bara eitthvað klikkaður. Hvað meinar? Þú ert klikkaður, þú ert skrítinn, þú ert furðulegur, þú ert með lausa skrúfu, það vantar í þig nokkra kafla. Þú gengur ekki heill til skógar, þú ert gaga, þú ert ruglaður í kollinum, það ringlar í hausnum á þér, þú ert klepptækur, hálfvitið, þú ert snar geggjaður, þú ert út úr speysaður, ekki með öllum mjalla, ekki með fulla fimm, þú ert geðveikur. Þetta gefa þig skýna í sig eins og fólk er flest. Já! For crying out loud, þú hangir aftan í bílum heilu og hálfu dagana, ríð fullorðinn karlmaður. Já, þetta er ekki að rétt hjá þér. Ég sé það núna. Jæja, best að hætta það. Teika þá bara. Bara rétti svona, bara hættur, 1, 2, 3. Já. Það er ekki að fara í meðferð eða eitthvað? Nei. Gjörlega, þetta er furðulegum.